Þeir sem vilja spila golf úti í Snæfellsbæ geta gert það á Fróðárvelli og Garðavelli í Staðarsveit. Þeir sem vilja vera inni geta komið hérna í nýja aðstöðu hjá golfvellinum Jökli í Snæfellsbæ og kíkt á glænýja aðstöðu með golfhermi og púttvelli. Strákar, til hamingju með nýja aðstöðu hérna á Hellisandi. Hvað getið þið aðeins útskýrt fyrir mér aðstöðuna? Já, við tókum á okkur að hreinsa út af þessu gamla verkstæði sem hraðfrystihús Hellisands á og hópum bara mönnum saman, hreinsuðum út og bjuggum til þessa aðstöðu. Það hefur ekki verið neitt golfhermir á Nesinu hreinlega, það? Jó, það var einn í Grundarfirði, en við ákváðum við ætlum bara að taka smá skika fyrir golfhermir eins og við sjáum, svo bara eitt leit á öðru og menn svona peksuðu aðeins til og frá og endaði bara með því að við rústuðum öllu út. Það var gamalt vegstæði og þetta útkoman, þetta bara meiri áttar. Og þið eru bara rétt að byrja, skilst mér? Já, þetta bara byrjunin að koma púttvelli, hermi fyrir, svo þetta að gera eitthvað svona kaffistofu og sjúna þetta til aðeins. Svona golfhermir, hverju breytir þetta fyrir ykkar starf? Þetta breytir bara öllu. Já. Nú getum við farið að stunda þetta á veturnar. Já, ef það er rigningasumar eða leiðinda veður eða eitthvað, þá getum við alltaf komið inn, æft pútt og slegið og þetta verður svolítið félagsskapur inn í þessu aðstöðu. Getur hver sem gengið inn í svona hermi og púttvöll og æft sig hreinlega upp í að vera góðu golfari úti? Já, algjörlega. Og það eru allir velkomnir. Það er nefnilega málið með þetta. Þetta er engin einkaklúbbur, þetta er bara fyrir alla. Allir sem hafa áhuga, þeir bara mæta. Það er ekki nóg með að þið séu að byggja inniaðstöðu og golfhermi og svona þið eru líka að ráðast í framkvæmdir á bara heilum golfvelli. Segðu mér aðeins frá því. Já, við byrjuðum núna bara á mánudag, þriðjudag á nýju hólu golfvelli sem er staðsettur við Rifsflugvöll og það er áætlun að taka hann í notkun 2023 en þá verður klúbburinn 50 ára gamall. Hvaða möguleikar eru fyrir hendi í svona golfhermi? Það eru bara nánast sömu möguleikar og úti. Við komum og við spilum golf eins og úti, keppum, skiptum í lið, þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og úti, nema við erum inni. Og getið valið úr golfvöllum? Já, 80 völlum, eins og Hvernig er starfinu háttað í þessu rými? Við ætlum bara að hugsa þetta frá með haustinu þegar golfsumrinu er lokið. Þá ætlum við að hafa púttmótaraðir, annað hvort á þriðjudagskvöldum eða laugardagsmorgnum og svo geta menn bara komið og spila golf þegar þeir vilja. Og við verðum bara með rástíma inn á golfbóksinu hjá okkur eða búin til skjal á Facebook eða eitthvað og menn skrá sig bara inn og þá koma menn bara að spila. Hverjum datt síðan í hug að setja upp golfvöll á sveitabæ eða gistiheimili? Hvernig er þessi völlu til komin? Það var nú þannig að bóndi hér, Símon Sigurjónsson, rak ferðaþjónustu og rollubúskap. Hann hætti síðan í Kindunum og þá voru túnin bara ónotuð og þá Þorkell, sonur hans sem rekur hér Langaholt, fékk sá hugmynd að búa til golfvöll. Og hann fékk mér þá hugmynd líka að vera góður í golfi sem ekki varð. En hann fékk teiknara til að skipuleggja golfvöll og síðan fékk hann Brynjar Sæmundsson til að slá þennan völl formann til í landslagið. Og 1997 þá var þessi golfvöllur vígður á séra Guðjóni Skarphéðinssyni og Þorkell rak síðan þennan völl í nokkur ár og held að hafi verið 2008 eða 2009 sem golfklúbburinn síðan tók við rekstrinn en í nánu samstarfi við hann. Hver er svona sérstæða vallarins? Nú þetta er svo kallaður linksgolfvöllur sem er svona byggður á túnum sem eru eingöngu byggð upp á sandi og er svona sumu leyti bara slegin í gömul sandtún. Hér hefur engu verið breytt nema það að við höfum hækkað upp teiga
Þannig að þetta bara náttúrulegt svæði og við reynum að halda þessu þannig. Þegar þú segir óbeisluð hérna náttúra, þegar við tölum það, þá er gríðarlegt fuglalíf hérna. Hvernig fer það með golfi? Já, það er sérstaklega krían okkar hérna sem svolítið að stríða okkur á vissum tíma ársins. En hérna hún er svolítið skynsum. Hún lætur golfara í friði með þeir halda sig á þeim stöðum þar sem þeir eiga að vera á vellinum. Ef þeir eru á brautinni eða gríninu eða stígum, þá hún ekkert að skipta sér af þeim. En ef þeir eru eitthvað að fara að slá boltan úr leið, þá hún mætt og dálítið grimm. Það hlýtur að vera svolítið hvetjandi fyrir golfarann að standa sig vel. Já, það er náttúrulega, þetta er svona ný áskorun að þurfa eiga við kríuna. Svo heyrði ég líka að þið bæruð svo mikla virðingu fyrir lífinu hérna, að það hefur verið tjaldur sem hafi gerst svo djarfur að verpa hreinlega á einni brautinni, en það hefur bara verið tekið fullt tillit til þess. Að sjálfsögðu, við pössum upp allt lífriki hérna og það var tjaldur sem verpt í 2 ár í röð á einni brautinni og við bara girtum í kringum hann og slóum í kringum hann þangað til hann var búinn að koma sínum ungum á legg. Já, við erum að vona það að fólk komi og prófa að spila golf hér. Það er allir velkomnir og nú alla Íslendingarnir að ferðast mikið í sumar og við erum með frábært gistihús hérna á staðnum, Langaholt, sem við erum góðu samstarfi við og ég veit að það er nóg til að herbyggjum og við tökum vel á móti öllum.